Núna ætlum við að skoða jöfnuhneppi, en jöfnuhneppi í raun og veru bara tvær jöfnur sem við leysum saman og eru með tveimur óþekktum stærðum. Það þýðir ekki að þú þurfa að vera tvær óþekktar stærðir í báðum jöfnunum, en það eru í þeim báðum tvær óþekktar stærðir. En við getum ekki leyst þetta eins og eina jöfnu, eins og til dæmis neðri jöfnuna hér. Þetta í raun og veru jöfna, en hún leyst. Við þurfum ekkert að gera hér. Við vitum að x 5, en við getum ekki leyst hvað y nema vita hvað x er. Þær upplýsingar fáum við hér. Það eru 3 aðferðir sem við notum til þess að leysa jöfnuhneppi. Fyrsta aðferðin svokölluð teikniaðferð sem ég ætla ekki að útskýra hér. Þá teiknum við báðar línurnar inn í graf og skurðpunktur beggja línanna. Þær skerast í einum punkti. Nema þær séu samsíða, þá engin lausn. Og skurðpunkturinn þá x gildið á skurðpunktinum lausnin fyrir x og y gildið á skurðpunktinum lausnin fyrir y. En ég ætla að sýna ykkur hvernig við leysum þetta. Eins og ég sagði áðan, þá engin ástæða hérna í a-jöfnunni eða í a-jöfnunheppinu að leysa x. Við þurfum bara að leysa y. Og ég ger það með því að setja inn fyrst að x jafnt og 5, þá má ég taka x út úr neðri jöfninni. Þá ger ég bara y jafnt og 3 sinnum 5. Því á milli 3 og x sinnumerki. Svo skrifa ég restina af jöfnunni. Nú þetta bara orðið jafna sem ég leysi. Þið ráðið að sjálfsögðu hve mikið af milliskrifunum þið raunverulega skrifið niður. Síðan á að svara í lokin hvað báðir stafirnir eru, bæði x og y. Þannig að þó að svari sé hérna, þá þarf að skrifa það aftur. Síðan mjög gott að prófa svarið. Við þurfum ekkert að prófa í efri jöfnunni, en 3 sinnum x-ið okkar, 3 sinnum 5, það 15, pluss 2, það gefur mér 17. Ég sé með því að setja þetta aftur inn í jöfnunheppið að þetta virkar. Þar af leiðandi ég vissum að ég með rétt svar. Ef við vindum okkur í næsta, hérna b-liðinn, að þá ekki svona augljóst hvað x-ið og þá þarf ég að umskrifa aðra hvora jöfnuna. Það engin regla sem segir að ég alltaf að umskrifa efri eða neðri jöfnuna. Ég bara vel. Hvora jöfnuna auðveldara að umskrifa. Í þessu tilfelli það klárlega efri jöfnan, því að það alltaf betra að vera laus við margföldunar gildi á annarkvort x eða y. Það heldur ekki þannig ég einangra alltaf x eða bara y. Ég alltaf y. Ég einangra bara það sem mér finnst heppilegra hverju sinni. Og ég ætla að einangra x-ið hérna og það ger ég með því að losa mig við þetta hérna og færa það yfir. Þá segi ég raun og veru pluss 4 y beggja vegna. Og þá verður efri jafnan, og ég skrifa hana bara hérna fyrir neðan. Þá verður hún svona. Og núna ég komin með jöfnu sem x jafnt og. Nema það ekki tala heldur jafna. Nú get ég tekið þetta og sett það inn í staðinn fyrir x í neðri jöfnunni. Þá þarf ég að vanda mig að gera 4 og svíi. Og það sem að x-ið sem 12 pluss 4 y. Loka sviganum mínus 3 y jafnt og 9. Síðan þarf ég að margfalda inn í svigan. 48 pluss 16 y, við það fellur svíið niður. Það ekki mínus fyrir framan, þannig að ég má fella hann bara beint niður og svo það sem eftir í jöfnunni. Síðan dreg ég saman x-in, y segi ég,
13 y er jafnt og, segi hérna mínus 48, mínus 48, mínus 39. Y er því jafnt og mínus 3. Af því að 13 deilt með 39 er 3 og hér er mínus, þannig að þetta gefur mér mínus 3. Nú tek ég mínus 3 og ég set það inn í aðra hvora jöfnuna. Ég ætla að setja það inn í efri, og þá nota ég upphaflegu jöfnunar. Þá bara búum okkur til svona smá auka dæmi hérna. X mínus 4 sinnum mínus 3 er jafnt og 12. Kannski ekki alveg ná plásið að mér hérna. X, og þá kemur hérna, sjáðu þið, mínus og mínus, pluss 12 er jafnt og 12, x er jafnt og 12 mínus 12, x er jafnt og 0. Og þá get ég skrifað x er jafnt og 0 og ég er búinn að leysa jöfnunhneppið. Önnur aðferð sem kallast samlagningaraðferð. Samlagningaraðferðin virkar þannig að í staðinn fyrir að umskrifa aðra hvora jöfnunni að x er sama sem eitthvað eða y er sama sem, eða s eða hvað annar bókstafur það er, að þá tek ég jöfnurnar og ég legg þær saman. Þá ger ég bara svona strik og pluss og ég legg þetta bara saman. 5x, þetta dettur út, sjáðu, er jafnt og 10. Ég legg þær bara blindandi saman eins og ég geri hér þegar ég sé að y-ið eða x-ið, önnur óþekkta stærðin, dettur út við það að leggja þetta saman. Það gerist hér. X-ið er því jafnt og 2. Þetta er fljót leyst. Síðan seti ég x er jafnt og 2 inn í aðra hvora jöfnuna. Ég ætla að setja það inn í efri, bara breytir ekki allir hvor það er. 2 svo sinnum 2 pluss y er jafnt og 6. 4 pluss y er jafnt og 6. Y er jafnt og 6 mínus 4. Nú ger ég mínus 4 beggja vegna og y er jafnt og 2. Búin að leysa báðar óþekktu stærðirnar. Ég gera strik hérna svo þetta blandist ekki saman hjá mér. Ef að jöfnunheppið er þannig að þetta dettur ekki út, þá þarf ég að umskrifa þetta til þess að þetta detti út. Og nú ætla ég að færa þetta aðeins til. Þá þarf ég að velja hvort vil ég umskrifa efri jöfnuna eða neðri, eða þarf ég að umskrifa báðar. Og í þessu tilfelli þarf ég að umskrifa báðar, eða ekki umskrifar, ég þarf að lengja þær. Þetta er ekkert ósvipað þegar við lengjum og fáum samnefnt í almennum brotum. Ég þarf að margfalda hér með annarkvort þarf ég að gera s-in eins eða y. Og við reynum alltaf að margfalda með sem lægstum tölum. Við erum ekki að margfalda með á stórum tölum. Þannig ég ætla að margfalda þetta þannig að s-in detti út. Þess vegna ætla ég að segja sinnum 5 hér. Þá fæ ég 10s. En ef ég fæ líka bara 10s hér, þá enda ég í 20s. Það hjálpa mér ekki neitt. Þannig ég vil fá mínus á öðrum hvorum staðnum. Þess vegna ætla ég að margfalda hér með mínus 2, ekki 2, heldur mínus 2. Það þýðir að hér fæ ég 10s pluss 25 y er jafnt og 40 og í neðri jöfnunni fæ ég mínus 10s pluss, ekki pluss heldur, nú er ég að flýta mér og mikið, mínus 6y er jafnt og mínus 2. Nú þegar ég legg þetta saman, þá hverfur þetta hér og ég fæ hérna 25 mínus 6 eru 19y er jafnt og 38. Y er því jafnt og
2. Af því að 38 deilt í 19 eru 2. Nú er ég búin að leysa y. Þá setjum ég y-ið inn í aðra hvora jöfnuna. Seta bara inn í efri jöfnuna, það breytir ekkert alveg öllu hvora ég tek. Og þá ger ég 2s plus 5 sinnum 2 er jafnt og 8. 2s plus 10 er jafnt og 8. 2s er jafnt og mínus 2. S er því jafnt og mínus 1. Af því að mínus 2 deilt með 2 er mínus 1. Skrifum alltaf svörin einhvers staðar nálægt hvert öðru þar sem það sé sæmilega skýrt. Aftur, eins og ég gerði í upphafi, þá getum við alltaf prófað svörin. 2 sinnum mínus 1 gefur mér mínus 2 plus 5 sinnum 2, það er 10. Mínus 2 plus 10, það er 8. Þetta passar. Eins hérna fyrir neðan. Þetta gefur mér 5 sinnum mínus 1 eru 5. Mínus 5 segi ég plus 6 er 1. Þetta passar. Það er þannig að svona almennt þegar við leysum jöfnuhneppi þá stendur ekki notið innsetningaraðferð eða notið samlagningaraðferð. Þó svo það standi í kennslubókinni í þetta skiptið. Heldur þá þurfið þið að meta hvora aðferðina þið viljið nota. Stundum á prófi þá stendur notaðu þessa aðferðina eða notaðu hina og þá eigið að gera það. En almennt þegar þið komið lengra og eruð að leysa jöfnuhneppi þá þurfið þið að velja aðferð. Og það er einhvern veginn þannig að fólk svona venst því hvaða aðferð er heppilegra að nota og notar hana ef það mögulega getur. En þið þurfið að kunna báðar aðferðirnar. En þá er þessu lokið.